Já, komið sæl. Takk fyrir að fá að vera hérna, kynna þessa rannsókn. Við erum þverfræðilegur hópur sem stöndum að þessu og það eru bæði doktors- og meistaranemar. Doktorsneminn hún Sonja Stelli stendur þarna á blaði en svo erum við með 3 meistaranema sem eru bara að byrja að vinna í gögnunum og ég ætla ekki að tilgreina þá ekki ennþá, það kemur seinna. Og síðan gleymdi ég að setja hérna tölfræðinginn, það var afskaplega leitt af mér og ég skyldi gleyma. Hann heitir Jón Árni Steingrímsson, hann er sér sonur minn, þannig að það er kannski alveg típist fyrir það, en hann allavega hefur hjálpað okkur og mun hjálpa okkur áfram að vinna úr þessum gögnum. Já, sem sagt, þetta er bakgrunnurinn sem að við vitum að eldra fólk í heiminu bara fjölgar og hærra hlutfall af íbúum í dreifbýli en þéttbýli eru eldri en 65 ára. Og þetta er bara, sem sagt, er ekki vandamál, þetta er bara ástand sem er allstaðar. Þetta er ekki bara séríslenskt, heldur er þetta líka annars staðar. Og þetta er það ein mesta áskorun við skipulagningu heilbrigðisþjónustu í framtíðinni, hvernig við gerum á eldra fólki kleift að búa eigin heimili sem lengst. Og við vitum líka að þegar fólk fer að halla undan fæti hjá fólki, að þá flytur það oft í þéttbýli. Það er ekki, ef við horfið á sveitirnar, að þeir sem að fara, sem að verða hrumir, að þeir flytja yfirleitt. Þeir fara þá í þéttbýli vegna þjónustunnar sem er þá ekki til staðar yfirleitt. Og þá er meira að horfa á sveitir, ekki endilega lítil þorp eins og hérna á Íslandi. Það vera bara stutt og ekki að fara bara að hlaupa fljótt yfir sögu, en þetta er sem sagt þversniðstíðir rannsókn og þeir þátttakandinn voru valdir með slembið og lagskipt úttæki bara úr þjóðskrá og þeir slembuðu fyrir okkur. Og það var slembað eftir aldri, kyn og búsetu. Úrtæki var 395 manns og gagnasöfnun fór fram með viðtölum við hvern og einn. Það segir ykkur frá því og eftir. Þetta var skilyrði fyrir þátttöku og við byrjuðum á því að senda þeim sem voru slembaði úrtæki bréf og í bréfinu stóð að eftir cirka 2 vikur hringt í þá til að athuga hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni eða ekki. Og leið og það var hringt, þá var athugað hvort það væri vitsmunalega í lagi. Og stundum svaraði bara einhver ættingur sagði þessi getur ekki tekið þátt vegna þess að hann er ekki vitsmunalega í lagi. Og það voru nokkuð margir, það voru 10 einstaklingar og við skoðuðum alveg aldurinn á þeim og þeir voru þá og yfir 9. Þannig að þetta passaði alveg. Og hann átti líka að geta tekið þátt í viðtali og skipuleggja tímann sinn til þess og einstaklingunum var boðið að hitta, við vorum sem sagt með 4 gagnasafnara og þeir voru nemendur í hjúkrunarfræði sem lokið hefðu 3 árum á því tímabili sem þetta átti sér stað og það var haustið 2017 og inn í vorið 2018. Og allir gagnasafnarar fengu þjálfun í að spyrja fólkið og gera mælingarnar sem við átti. Við vorum með, að þetta var svona mikið skipulagning, að þá erum við með 10 matstæki, sem sagt 10 spurningalista og ég kynni einungis bara brot af niðurstöðum, bara örlítið og við erum með 51 bakgrunnsspurningu. Þannig að hvert viðtal þess að ég tók, það tóku nærri 2 tíma, viðtal og mælingar. Þannig að það verður gríðarlega mikið hægt að vinna úr þessum gögnum og þess vegna er þetta hægt að nota í mörg verkefni, nemaverkefni. Þetta er það sem við ætlum að tala í dag, SF36, það er þetta þekkta mælitæki sem er mikið notað. Og við gerðum öll stigin sem sagt norm-based, þannig við getum borið okkar niðurstöðu sama við erlendar og það skoriði frá 0 til 100 og fleiri stig er betra. Mat á eigin heilsu er fyrsta spurningin í SF36 og hefur sýnt sig að segja til hvernig fólki líður hrumleika og meiri segja hefur verið sýnt í erlendur rannsóknum að mat á eigin heilsu getur spáð fyrir dauða innan einhverja árafjölda. Það er búið alveg að skrifa lærða greinar það.
Þunglyndiskarðinn, geriatric depression scale er líka vel þekktur og Mini-Mental State Examination Program er líka vel þekkt. Þetta eru landsvæðin sem við vorum með. Við slembuðum sveitafólki í Skagafirði, Sauðárkrókur var undanskilinn og við slembuðum sveitafólki í Þingeyjarsýslunum, Húsavík og Þórshöfn voru undanskilin. Þannig að við höfðum þorpin með það sem voru minni eða færri en 200 íbúar. Og við verðum að segja frá því að það sums staðar eru litlar heilsugæslustöðvar eða sem sagt við kalla clinics, ekki center á ensku. Þetta eru tölurnar frá 1918 að 2018. Ekki alveg, en sem sagt í dag að 2018 voru 19% að 65 ára og eldri í dreifbýlissvæðunum okkar, sem sagt það var 19,4 og 19 eða 18,8. Þannig að þetta lagði sig á 19%, en 14,6% voru þá á Akureyri sem voru 65 ára og eldri. En það eru fleiri eldri menn í dreifbýli á Íslandi heldur en konur. Og þetta er ekki bara hérna á Norðurlandi, og þetta er tölurnar frá Norðurlandi, en það er líka til dæmis hleypandi að nema á Suðurlandi í meistaraverkefni fyrir einhverjum árum síðan, og það voru mun fleiri karlar líka á því svæði sem búa heima eldri en 65 ára. Og ef við horfum á hjúkrunarheimilin, þá voru mun fleiri konur á hjúkrunarheimilin heldur en karlar. Þannig að þetta, ég veit ekki hvers vegna þetta er svona. En hérna hjá okkur voru þátttakendur 175 og svarhlutfallið var hérna tæplega 58%. Og það sem undarlegt var að það voru fleiri konur en karlar sem neituðu að taka þátt. Það var mjög undarlegt og þeir bara konuna sögðu nei, við erum búin að taka svo þátt í svo mörgum rannsóknum að ég hef ekki tíma, það er svo mikið að gera hjá mér, ég hef ekki tíma. En búseta skipti ekki máli og ekki heldur aldur. En ég talaði alveg við nokkra eða 2 eldri menn sem hringdu í mig seinna og sögðust ekki geta tekið þátt í að þeir væru orðnir svo fullorðnir og hrumir. Þetta er bara þegar nú ætlum við að bera saman einkenni þáttakenda og bera saman dreifbýli og þéttbýli. Og það voru 70 einstaklingar frá dreifbýli og þéttbýli voru þá 105. Og meðalaldurinn hann var mjög svipaður. Hann var 74 ár. Fleiri að sjálfsögðu yngri aldurshópnum frá 65 ára til 74 ára, en þátttakendur voru alveg til 92 ára. Og það var hérna á Akureyri ein kona sem var 92 ára, en elsti þáttakandinn í dreifbýlinu var 88 ára. Og það var þetta líkamsþyngdarstuðullinn, hann var 28. En spönnin var gríðarleg. Þið sjáið að spönnin var alveg frá 20 eða 20 í dreifbýlinu og 19 í þéttbýlinu, en alveg yfir 50 í dreifbýli og svo 46 í. En 68% þáttakenda voru samt með 30 og undir í líkamsþyngdarstöðunni. Þannig að það voru ekkert margir sem voru mjög þykkir. Býr 1, það voru svona trend að það voru fleiri þéttbýlin sem byggja einir en það var samt ekki tölfræðilega margt. En menntunin er meiri í þéttbýli en meðan við dreifbýli. Þarna við spurðum líka fjölda sjúkdóma og þetta er náttúrulega ekki diagnósa, þetta er bara það sem þeir segja sjálfur. Og á meðaltali er það 1,4 í dreifbýli og 1,6 í þéttbýlinu. Og svo báðum við fólk að taka með sér lyfjakortið sitt eða jafnvel bara taka með sér lyfjaboxinn. Og að meðaltali var fjöldi lyfseðilsskyldra lyfja 3,5 í þéttbýli og 2,3 í dreifbýli og það var verulegur munur þarna, það var marktækur munur. Og það sem kom mér á óvart var það hversu margir nota engin lyfseðilsskyld lyf. Af því við undanskildum, við spurðum alveg vítamín og við spurðum lýsi og það er ekki með í þessari tölu. Við tökum bara það sem er lyfseðilsskyld lyf og það er einmitt einn meistaraneminn sem er búinn að greina öll lyfin niður í ACT-flokkana og við munum hún er bara rétt að byrja að vinna og við munum vinna meira úr því.
En við erum alveg búin að sjá að það fylgni á milli þess að segjast með hjartasjúkdóm og vera á hjartalyfjum. Það var yfir 90% bara ef það gerði einfalda fylgni. En það eru þarna alveg 30% í dreifbýlinu sem nota engin lyf og 21% í þéttbýlinu. Og að því að Laufey hérna, og hún hefur sérstakann áhuga á D-vítamíni, að þá mældu við D-vítamínið og það vill svo til að dreifbýlisbúarnir eru með marktækt minna gildi í D-vítamíninu heldur en þéttbýlisbúarnir, en við heldum að það sé vegna þess að svo margir í dreifbýlinu voru mældir og eftir áramótin, frá desember fram í febrúar. Og við vitum alveg að D-vítamíni myndast í húðinni okkar, þannig að við viljum, þetta tala sem verður mjög óábyrg að sé þarna munur. En það sem við spurðum fólk aðgengi að heilbrigðisþjónustu og dreifbýlisbúarnir töldu sig hafa jafnvel betra aðgengi heldur en þéttbýlisbúarnir hérna á Akureyri. Og þegar við skiptum þessari breytu í 10 breytu og bárum saman, þá var þetta marktækur munur. Og þetta sem sagt D-vítamínið, og að því að við erum ekki þetta bara fyrsta sinn sem við erum að reyna að vinna eitthvað með þetta, að þá þetta hvenær prufan tekið. Og þið sjáið að flestir eru prufan flestir teknir að hausti, október og nóvember, og svo förum við inn í desember og svo janúar og febrúar. Og það virðist vera einhver trend að það lækkar eftir því sem að lengra líður. Við þurfum bara að fá tölfræðinginn, hann gerði þetta, við þurfum að fá hann til að reikna þetta betur út. Að gera eitthvað við þetta. Og það í framtíðinni á að tengja D-vítamíni til dæmis við þunglyndi og Rísælins, hvað heitir það, fleiri mælitæki sem við með þarna. Þannig að við erum svona spekulur í hvað við getum notað D-vítamíni, oljaföll og allt þetta sem við spurðum líka um. Matstækin mat á eigin heilsu var frá 1 til 5, en það yfirleitt ágætt. Frá 3,29, já það bara ekki munur á milli dreifbýlis og þéttbýlis. En MMSE undir 27 í þéttbýlinu og það voru þarna 19 einstaklingar í rannsókninni eða 11% sem voru með undir 23 minni mig. Það voru þarna ákveðin hluti sem var ekki alveg vitsmunalega í lagi. Og það var ekki munur á milli dreifbýlis og þéttbýlis og heldur það sem var munur voru verkir. Það voru meiri verkir í dreifbýlinu á móti þéttbýli. Síðan gerðum við tvíkosta aðferðagreiningu af því að mat á eigin heilsu var þá útkomubreytan og það að hafa nægar tekjur tvöfaldaði líkur á að meta heilsu betri. Og það bara spurningin hljóðaði þannig, hefur þú nægar tekjur eftir skatt til að mæta daglegu þörfinni? Þannig að við erum ekki að segja að þú þurfir 500.000 eða 300.000. Heldur bara að mata á því hvað hann vill eða þarf að nota. Læragildi á geriatric depression scale sem betra var jákvætt og einnig lægri líkamsþyngdarstöður og inntaka á færri lyfseðilsskyldum lyfjum og svona var líka jákvætt. Þetta þá bara ályktunin. Eldri Íslendingar meta heilsu sína almennt góða, jafnvel ívið betur en sambærilegar rannsóknir sína og ekki reyndist mikill munur á þátttakendum eftir búsetu. Og það kom mér dálítið mikið á óvart að það ekki munur á þáttakendum eftir búsetu því að við erum líka að taka fólk sem býr alveg á norðausturhorninu, sem sagt alveg lengst þarna í burtu og gagnasafnarinn okkar, hún keyrði alveg á Þórshöfn og var þar í einhverja daga þannig að og hitti fólki þar.
Það að líkamlegir, andlegir, félagslegir og fjárhagslegir þættir hafa áhrif á mat og eigin heilsu sýna hvað margslungið hugtakið er. Að það er ekki bara líkamleg heilsa, það er andleg og ekki síður þessi félagslegir og fjárhagslegir þættir sem að skipta miklu máli. Og það þarf að huga öllum þessum þáttum til að gera fólki kleift að eldast vel heima. To age in place. Bara takk fyrir.